Sandgerði hefur bassaleikari hljómsveitarinnar Messoforte komið sér upp fullkomnu hljóðveri sem heitir Studio Paradís. Tónlistarmaðurinn Jóhann Ásmundsson líklega þekktastur sem bassaleikari í hljómsveitinni Messoforte. Þegar hljómsveitin gaf út sína fyrstu plötu árið 1979 fekk Jóhann strax áhuga á upptökustjórn sem leiddi af sér að árið 2012 lét hann slag standa og stofnaði Studio Paradís ásamt Ásmundi syni sínum en sá piltur hörkugóður trommuleikari. Eiginkonu Jóhanns Sigrún Kristjánsdóttir, systir hins eina sanna popgóðs Péturs Kristjánssonar heitins. Þar að leiðandi var tengdapabbi Jóhanns sjálfur Kristján Kristjánsson úr KK-Sextet. Kristján var ættaður frá Syðstakoti, rétt fyrir utan Sandgerði og Jóhann og fjölskylda fluttu þangað í fyrra og má segja að þau séu komin í Paradís. Jóhann fór yfir upphafsskref hljóðversins og hvað þeir feðgar geta boðið áhugasömum lagahöfundum upp á. Það eiginlega bara fyrsta skipti 2012 að við settum upp, en ég náttúrulega búinn að vera í stúdíum eiginlega alveg frá því að Messoforte tók upp fyrstu plötuna 1979. Þá vorum við hljóðrita í Hafnarfirði og svo vorum við búin að fara út allan heim og vera í stúdíum og þannig að ég hafði alltaf svona mikinn áhuga á þessu svona stúdíumálum og var búinn að koma mér upp svona fyrir löngu síðan svona aðstöðu bara sjálfur heima sko. En svo ákveðum við 2012 og þá var sonur minn Ásmundur, þá ákveðum við að fara saman og setja upp stúdíu og vorum að vinna þar allan tíma saman og hann ennþá að vinna hérna með okkur. Já, þannig að þú varst bara þannig sé áhuga maður þetta því að nú veit ég margar sem hafa verið að taka upp tónlist og hafa farið inn í stúdíu en þeir myndi ekki þekkja þessu snúruna frá hinni en þú bara hefur alltaf haft áhuga. Já, þetta svona áunnið í gegnum tíðina bara og eftir að þetta fór að verða þannig að áður fyrr þurfti alltaf að kaupa alveg rosalega dýra græjur sem kostuðu 10 milljóna, þetta var rosa mikið mál sko. En svona eftir þetta fór inn í tölvurnar og allt þetta dæmi þá var það svona viðráðanlegra. Og við vorum að leigja líka húsnæði í bænum, það kostaði nú eiginlega dýrasti hlutin af þessu öllu saman. Þannig að það var alveg frábært að koma hingað og komast í eigið húsnæði. Það ekki einmitt dálítið talað um það að fyrir bara þá sem að vilja taka upp tónlist og vilja þá væntanlega koma henni á framfæri. Það erfiðar í dag að fá spilun, að það eru allir að búa til tónlist og amma þeirra líka. Já, ég meina það hefur alltaf verið fullt að liða að búa til tónlist sko. En það eins og segir, það er miklu erfiðar að koma inn á framfæri heldur en áður sko. Já, nú erum við í bara mjög flottu stúdíu hérna en þú getur nánast verið inn í herbyggi heima þér og að því græjurnar eru orðnar það góðar, er það ekki? Jú, þetta orðið það færanlegt. Já. Og þú getur tekið upp bara hvar sem í rauninni. En það sem við náttúrulega erum að reyna að hafa hér að það geta menn verið svona heil hljómsveit að spila saman og allt þetta sem kannski aðeins flóknara ef maður bara heima. Eins og ég segi, við reynum alltaf að gera okkar besta til þess að þetta komi vel út fyrir þá sem að koma hingað sko. Og við hefum spilað hjá mjög mörgum sem hafa verið að gera lög og það engin rosalega mikið kvarta sko. En þetta er Það er væntanlega gaman fyrir ykkur að geta tvinna það inn í. Já, það er svona, við bjóðum upp á það að þú kemur bara hingað og þú kaupir bara stúdíótíman af okkur og við erum bara til taks sko. Jóhann á meðal bestu bassaleikara landsins en hann hefur verið meðlimur einnar vinsælustu hljómsveitar íslenskrar popsögu frá upphafi, Messoforte. Já, hún kannski á meðal þeirra sko. Ég meina við vorum kannski í þeirri stöðu að við vorum fyrsta hljómsveitin sem að komst á erlenda marka við kannski ekki fyrsta hljómsveitin sem að reyndi það sko, en við vorum svona fyrsta hljómsveitin sem að
kom með lag sem að fór inn á vinsældarlista og svo. Ja, Garden Party náði mjög langt á sínum tíma. 1983 gerist það. Og þið búið í Englandi hvað, 2 ár? Já. Við fluttum út 83 en við höfðum verið að fara út áður til þess að taka upp plötur og það svona lá einhvern veginn beinast við að fara til England sko, sem að kannski eftir á hefði verið sniður að fara eitthvað til Skandinavíu eða eitthvað svoleiðis en það var svona miðja alheimsins í tónlist þá. Og menn sú hljómsveit ennþá á lífi? Já, það er bara rúm 45 ár komin. 45 ár? Já. Og hvað það að spila oft á ári, svona meðaltali? Það getur svona 15 til 25 sinnum, það er svona misjafnt. En við erum ekkert sko, þetta er svona orðið meira bara við tökum smá tíma í að sinna hljómsveitinni og förum erlendis þegar það verða að biðja það að fá okkur sko. Já, og þá kannski nokkur gig bara þá. Já, en við erum ekkert svona einhvern veginn að harka þetta sjálfur. Við bara svona látum þetta gerast. Jóhann fór að lokum betur yfir Studio Paradís, hvaða nafni kemur og dásamaði másinn, Pétur Víglund Kristjánsson, sem féll frá allt og snemma árið 2004, einungis 52 ára gamall. Studio Paradís þannig að við erum búin að safna í gegnum hennan tíma síðan að við byrjum 2012, bæði hljóðfærum og mikrofónum og græjum og öllu sem þarf. Þannig að við erum alveg með sko, stúdíó sem getur gert allt í rauninni. Við getum tekið upp mjög margar rásir í einu og alveg topp tækni sem við bjóðum upp á. Sko. Og tölvu. Og menn á greinilega búið að innrétta þetta þannig að þetta hentar mjög vel varðandi hljómburð. Já, algjörlega. Og hannað út frá því sjónarmiði. Við vorum bara saman í að vinna í þessu og finna það út hvernig við vildum hafa þetta og þetta er allt bara mikið svona tré en við ákváðum að í staðinn fyrir að vera að skipta niður í herbyggi þá ákváðum við að hafa bara þetta eitt stórt herbyggi. Bæðið svona upp á að hafa hljóminn opinn og fyrir trommur og önnur hljóðfæri og svo bara menn með heyrnartól þegar við erum að spila saman og þetta er svona, það má eiginlega segja að þetta sé hágæða upptöku aðstaða með gott útsýni. Já, erum við sjóinn og annað, þannig að krafturinn frá hafinu skilur sér hingað. Já. En nafnið, við erum kannski að fá að spyrja út í það, Paradís, var póker eða eitthvað Pelikan, eitthvað svoleiðis sem kom til greina? Sko, málið það að konan mín, Sigrún Kristjánsdóttir, hún dóttir hans Kristjáns og systir hans Péturs. Dóttir Kristjáns Kristjánsson? Já, Kristjáns. Það var ekki að tala um blúsvaran Kristján, heldur? KK gamla, KK 60. Hún var með fyrirtæki, eða sem sagt við vorum með fyrirtæki í bænum sem að þegar hún ákvaða að stofna stofu sem sagt var komið húsnæði og þá spurði hún bróður sinn hvort hún mætti ekki kalla þetta eftir hljómsveitinni og það þess vegna fekk sko Snyrti- og nuddstofan Paradís nafn sko. Og þar sem þetta nú fjölskyldufyrirtæki þá lá beinast við að kalla þetta Studio Paradís þegar við byrjuðum þarna 2012 og þetta er eiginlega sko hann Pétur fór allt og fljótt frá okkur, bara 52 ára gamall sko, þetta var alveg hræðilegt að missa hann og okkur, við vorum öll sammála það, þetta var bara þetta væri svona hálfgerður minnisvarði Pétur. Minnisvarði að heiða svolítið til hans. Já, við höfum hans hluti í hávegum með myndir af honum og myndir af hljómsveitunum. Ég meina jakkanir, menna 18 grínlega jakki? 17 grínlega. 17 grínlega jakki? Nei, þeir eru velgeymdir annars staðar. Þeir eru velgeymdir annars staðar. En er ekki þá allar líkur á því að hans andi svífi þá yfir? Algjörlega. Það er þannig að þó að hann fór 2004 sko, mér aldrei fundist hann hafa farið neitt langt sko, hann er alltaf með okkur.
Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.